1000 Lagið 1000 andlit með lagið Fullkomin. Nú eins og ég gat áðan að þá mikið átak í gangi, Ísland sækju það heim og að tilstöðlan samgöngumálaráðuneytis að mér skilst og svo þetta samstarfsverkefni margra aðila og meðal annars það Ríkisútvarpið sem kemur þar við sögu á hlut að máli. Mér finnst rétt og tilhlýðilegt á þessu síðasta vetrarkvöldi að kynna mér þetta ögn nánar og fá bara hingað til mín samgöngumálaráðherrann Halldór Blöndal. Gjörðu svo vel. Komdu blessaður Halldór og velkomin. Blessaður og sæll og mér langar að færa þér hér góða bók. Íslandsferð fjölskyldunnar gerð. Þakka þér fyrir. Með góðum bólum svona til að fara í til þegar þú ert breiður út fyrir Reykjavíkurborg. Og þess þakka þér kærlega. Nú, Íslandsferð fjölskyldunnar, þetta eitthvað sem í sambandi við þetta átak sem við erum að tala um. Já. Og síðan það þessi bólir, þá væntanlega, og þeir eru með þetta líka, fínir bólur. Ísland sækju það heim. Nú, þetta á þínu vegum, sagði ég, Halldór. Já, það til þess að var tekin ákvörðun þetta í sumar og tilgangurinn auðvitað að sá að fá menn til þess að svipast meir í kringum sig hér utan borgarmarkan, utan þéttbýlisvæðanna og njóta þess sem þær boðið upp á. Ástæðan svo þetta 50 ára afmæli lýðveldisins svona hvati á þessu? Já, það ýtir nú undir mann að reyna að gera betur en ella. Já. Nú en þetta unnið í samvinnu segir við marga aðila. Já, fyrst og fremst í samvinnu við 2 félög, það Mjólkursamsalan og Olíufélagið, SO, sem í raun og veru gerðu það mögulegt að ráðast í þetta framtak með sínum framlögum. Nú, fyrst við erum að tala ferðalög innanlands og sem góðra gjaldaverð. Því hefur stundum verið fleygt, Halldór, að það sé allt og dýrt að ferðast hér innanlands. Hvað finnst þér það? Ég játa það að ég sammála útlendingum að bjórinn feiknarlega dýr. Já. En á hinn bóginn held ég að reynslan sýnir það að núna hinn síðustu ár, allra síðustu misseri kannski og líka nú á þessum vetri boðið upp á ýmislegt ódýrar en áður. Það hefur orðið verðhjöðnun í ferðaþjónustinu hér innanlands, sérstök verð sem fjölskyldi borðið upp á matarverð og svo framvegis. Þannig að það mun ódýrar og eftirsóknarverðar af þeim sökum en áður. Svona kannski hægt að tjalda líka og gera þetta kannski ódýrara? Það hægt að tjalda og sumstaðar eldunaraðstæð og svo framvegis. Hún alltaf að batna land allt ekki? Jú. Nú þú borinn og badfæddur Reykvíkingur en margir telja þig Norrlending, einhverja hluta vegna. Já. En hefur þú farið hringveginn? Það hef ég gert, já. Alloft. Alloft. Og ævinlega jafn skemmtilegt. Hverjir nú ætla ég að fara að skella mér út og bregða mér út á land í sumar, Halldór, eins og náttúrulega þúsundir annarra landsmanna. Hverjir áhugaverðustu, skemmtilegustu og fegustu staðirnir að þínum dómi? Ég að hugsa að bregðast mér út fyrir bæjarmörki nú helgina. Ég ætla að fara norður í Mývatnssveit á Hólsfjöll og svo dauðlangar mig út í Grímsey. Það farið að vora og þá gott veður fyrir norðan. En síðustu helgi var ég undir Vatnajökli og kom að Kvískerjum til bræðranna þar og flaug yfir Síðujökul sem var stórkostlegt. Ég hygg að það sé hægt að finna yndislega staðir hringinn í kringum landið. Líka vegna þess að landið sjálfu sér líkt og ólíkt því sem það annar staðar eftir því hvar maður staddur hverju sinni. Ef ég þyrfti að fara nákvæmlega á einn stað, Halldór, hvert myndur þú senda mig? Akureyri. Passaði kolluna þegar ég kom með. Dengsi kominn. Blessaður minn, gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Landstímarinn sjá þig. Hvað hefur þú verið? Ég nefnilega búinn að vera svo mikið út í útlöndum. Nú? Já, ég búinn að vera svo mikið í útlöndum, svona í ferðamálum og svoleiðis og svona alls konar svoleiðis hlutum. Já. Já, svo mikið að ferðast og svona. Ég svo gaman að ferðast með mig. Já. Þú líka með það, ég er gaman að ferðast. Nei, þetta ekki Dóri Blöð. Þetta ekki Dóri. Dóri, gaman þetta á Dóra hérna. Fáðu ykkur sæti bara hérna hjá mér. Já, ég búinn að vera svo mikið fyrir norðan líka, Dóri.
Já, maður er alltaf að koma til Akureyris. Já, ég er svo mikið fyrir norðan líka, sko. Fyrir norðan líka. Þú ert fyrir norðan, ekki? Ég er mikið fyrir norðan og líka mikið hérna fyrir sunnan. Svolítið fyrir sunnan, já? Svolítið fyrir sunnan. Já, svolítið mikið fyrir sunnan, ekki? Jú. Já, meira heldur en fyrir norðan. Já, meira en heldur en fyrir norðan. Já, þetta er móðan og erfitt átt þess að áttunum, sko. Hefur þú ferðast mikið um landið? Ég er nefnilega svolítið ferðast svo mikið, sko. Ég hef farið svo mikið hringorminn. Nei, veginn, sko. Þannig hringveginn, sko. Og hvar hefur þá gist? Gist? Já. Maður er nú óðanlega mikið verið í tjaldi af mig. Já, er það ekki? Óðanlega mikið í tjaldi, svona alltaf þekkir maður hinn og þessu svona með fengar gista hjá svona. Það eru svona bændur og það er búarinn og svona, það eru svo margir sem að þekkir um í minn. Já. Margir sem að þekkir sem að getur verið hjá. Því ég er nú búinn að vera svo mikið út um allt land, sko. Já, nú? Ég þekki alltaf, já, ég fann upp hringveginn. Nú fannst þú? Já, Ég er nú ekki viss það var ég sem fann upp hringveginn, sko. Já, ég var eiginlega fyrsti svona má segja svona, sem stjórnaði svona, þessu svona umferðar- og ferðamálaráðum og svona á landinu svona má segja. Þessi menn, það eru allt aðrir menn og hér er ég með samgönguráðherrann og það er allt samgöngumálaráðherrann og það er allt aðrir menn sem að fundu upp hringveginn og ruddu þá leið. Já, þetta samgöngu, þetta er allt komið í ógöngur, maður er blendar. Nei, þú fannst þetta ekkert upp. Ég fann þetta upp svolítið hefði minn. Nei. Það ekki? Nei. Já, alltaf í boltanum bara? Já, ég hef verið í boltanum. Svolítið í fallegustu ekki svona líka? Já, hvernig fannst þetta? Hemmi, ég hef aldrei séð þér ábáslega, þetta var svo gott í það, Hemmi. Já, ég ljúi. Heyrðu? Var þetta ekki, þetta var svolítið svindl í þessu, eða ekki? Ég ætla ekki að, nei, það er ekkert svindl í þessu. En snúður að Halldóri hérna og þið eru báðir með áhuga á kveðskap, veit ég. Já, maður hefur svolítið verið svona, setja saman vísur og svona, sko. Ég var nú einar af það fyrsti sem byrjaði að gera vísur, sko. Ég fann upp vísurnar. Já, ég fann svo mikið vísurnar upp, sko. Og ég þekkti nú Dóra svona fyrir tíð, sko. Ég passaði hann svo mikið þegar hann var lítill og svona. Svo mikið, já, ég var svo mikið að passa hann og fjölskyldu hans. Og við vorum svo mikið saman, svona í gamla daga, ég og Dóri, sko. Já, er það ekki? Ég man eftir því. Mér finnst þú nú heldur skemmtilegri núna en þú varst í þann tíð. Já, býttu nú við, konar glósur á mannuna. Hvað með kveðskapinn? Já, það má nú alltaf gera það, sko. Ég var hérna fram með hann, sko, þá, ég bjó til fyrirpart, sko. Ég er nú svo mikið í hestunum og svona. Viltu ég ekki koma heldur með fyrirpart handa þér? Jú, ég skal koma með afturpart þegar þú ert með frampart. Ef ég myndi segja að Dengsi láttu nú ljósið þitt skína og lyftu því vítt geim. Vítt geim, já. Dengsi láttu nú ljósið þitt skína og lyftu því vítt geim. Vítt geim, já. Geim. Nú endurnar á tjörninni eru alltaf að sína. Síðan bara förum við öll heim. Nei, en svo líka að segja bara Ísland. Já, þess svona Ísland bara tökum það heim bara. Og svona bara, förum bara strax heim og svona eitthvað. Það er hægt að gera svo margt hefði mér í kveðskap. En áttu fyrir fyrirpart? Ég var hérna með smávið, lítið nú með, þetta er alltaf svona blöðin hjá mér, sko. Ég var nú búinn að skrifa hérna, sko. Ég var svolítið í hestamennskunum, sko, svolítið í hestunum. Skellt á Halldór fyrirparti. Þjóðaríþróttin. Já. Mér langar að skella, það er hérna, sko, við hesti minn, ég segi hott, og hleypi upp að Gvendabrunni. Já, ekki. Brunn. Brunn. Gvendabrunni. Og það er margt sem þykir gott í þáttunum hjá hennar Gunni þá. Já. Það er þá Gvendabrunn. Já, þetta var nú ekki slæmt, sko. Nei. Dóri er náttúrulega fljótur að... Já, þið eftir að ræða þetta og kveðast á. En Halldór, ég get ekki slepptir úr slófarum öðruvísi en þú segir mér eitthvað um þess ágætu samráðherra þína. Og svo getum við líka sagt ríkisstjórnin gerir það gott og gengur upp í frjálshyggjunni. En maður vill, hvað segir þú? Ég get ekki slepptir öðruvísi en þú segir mér eitthvað um þessa samráðherra þína. Já, það er nú margt gott þá að segja. Ég sá að þau sátu hlið við hlið í ráðherrastólunum í dag, Jóhanna og Jón Baldvin, og mér sýndist fara mjög vel á með þeim. Já, ertu með vísu? Annars, ef ég tala um það, þá er aðalega ein vísa sem mér þykir
væntum í samband við mína samráð þeirra. Það var á erfiðum fundi þegar við vorum að ganga frá fjárlögunum. Friðriks eru fjárlögin með feikna halla. Jóhanna gengur yfir alla, hún begir 9 kalla. Lýsja þessum Sjálfur ég komið með skalla. Ég ætla að þakka ykkur, Halldór Blöndal, samgönguráður, og gangi ykkur vel í ykkar átaki, og Dengsa, mér finnst alveg stórkostlegt, og ég ætla að biðja að fylgja honum að Halldóri fram, þú þekkir allt hér. Það er Og ekkert gefa þeim vandamál gott hjá mér, klapp. ég sé það. Við sjáum á strættinu mín. Já, gefum til. Það er bara hérna. Þetta var örstutt, þetta var samgönguráðherra, segja okkur frá átakinu, Ísland sækja það heim, og svo Dengsi vinur okkar komið frá útlöndum, auðvitað til þess að sækja það heim, Ísland, landið hans.